verkefnin með bókinni eru öll eða svo til öll, ég held að muni kannski einu eða tveimur sem eru inn, þau eru öll inn á johanna.is og við förum augnablik þar inn bara til að skoða hvernig það lítur út og þá það johanna.is á netinu, smellið á það og þá þið komin hérna inn á heimasíðu höfundar bókarinnar. Þetta hér bókin sem þið eruð að nota núna, ekki þessi, við erum að nota þessa hérna Office 2016 og þið smellið hérna á óunnin verkefni, myndskeið og sýnishorn og þá fáið þið hérna undir bókinni. Þar eru Word-verkefnin. Það sem sagt Word, óunnin verkefni og svo það C og D hluti sem eru myndskeið og sýnishorn. Þannig að hér eru verkefnið sjálft og hér leiðbeiningar hvernig þið eigið að gera þau. Og það mjög mikilvægt að þið hlustið á vídeón þegar þið að byrja. Ef þið lendið í ógöngum að hlusta og fara eftir vídeónum og jafnvel bara stoppa og spóla aftur, tilbaka og eftir smá tíma þá fattið þið þurfið ekki eins mikið á vídeónum að halda. En ef ég opna hérna, byrja bara á því að opna þetta hér til þess að leita verkefnunum, að þá sjáu þið hér eru hérna fyrsta verkefni. Nú leitt app, hér verkefni númer 2, hér verkefni númer 3 og ef ég opna númer 1, þá nær hún í það á tölvuna hjá mér, hérna, og ég tvísmella á það. Það er misjafnt hvernig hún setur þetta upp eftir hvort að þið eruð á Apple eða hvort þið eruð með hérna með Windows. Svona lítur verkefnið út þegar ég búin að sækja það hjá Jóhannu. Ef ég fer aftur inn á síðuna hennar, sjáu þið, ég ætla að fara aftur hérna inn á síðuna hjá henni og fara og skoða hvernig það á að líta út þegar það tilbúið. Hér getið þið skoða myndskeið og uppsett sýnishorn og ég ætla að fara í það. Og verkefnið hér við þetta verkefni 4 vídeó. Ég get farið í letrið og liður 7 í verkefninu, liður 3 sem haus og fótur, hvernig á að setja hann og liður 1 og 2. Og hér vil ég bara fá að sjá hvernig verkefni lítur út og það líka í bókinni. Svona á það að líta út þegar það tilbúið. En eins og þið sjáu þá það langt frá því að það sé lítið þannig út núna. Nú það á 2 blaðsíðum og það engar ekki haus og fótur og það ekki búið að setja neina titla. Þannig að þegar þeir eru búin þá kom haus og þið skrifið hérna áfangan, þið skrifið nafnið ykkar og þið skrifið þeir í hópi 1. Þið getið líka bara að skrifa hópur, þið getið líka bara haft þetta nákvæmlega eins og þetta hér. Mér alveg sama hvað stendur í fætinum, svo framalega sem það sé eitthvað þrennt eða á að vera eitthvað þrennt. Þá mér alveg sama hvað það Og sama með fótinn, að þið þurfið ekki að fylgja leiðbeiningunum þegar hún að láta ykkur gera sjálfvirkt heiti, heldur megið skrifa bara nafnið á skjalinu sjálf handvirk og nota hérna miðjustillinguna. Ástæðan fyrir því að þið þurfið ekki nota þetta sjálfvirka heiti það að mann gerir það rosalega sjaldan. Maður vill yfirleitt alltaf fá að ráða hvað stendur hér. Hvort að það nafnið á skjalinu eða hvort að það nafnið á vinnustanum eða hvað það sem að maður vill láta hér. Maður vill ekki láta heita hérna eitthvað sjálfvirkt sem að Word býr til. Þannig að þið ráðið hvort þið farið eftir leiðbeiningunum hjá henni eða skrifið sjálf í fótinn. Ég ger engar athugasemdir við það. En að öðru leyti þá á skjala líta svona út og þið eru búin að breyta þau sem að voru með vitlausa stillingar. Þið eru búin að sjá í hérna inn á vídeónum á innu og þar búin að setja hérna vídeó þar sem að þið breytið í sentimetra og það til að fá þetta hér, þessi bil hérna í kring þannig að þau séu alltaf eins og þau eiga að vera. Ég held að við þurfum svo sem ekki að tala neitt nánar þetta. Hér eru allar stillingarnar. Hér eru hérna útlitsstillingarnar á hérna skjalinu, hér eru hérna bullets og ef það eru tölustafir í staðin fyrir punktana. Hér letrið, allt í sambandi við letrið, feitletrun, skáletrun, undirstrikun, strika yfir og ef þið smellið þegar það lítil ör hérna niður í horninu þá alltaf eitthvað meira á bakvið. Þannig ef ég opna þetta þá fæ ég gluggan sem ég get valið miklu fleiri atriði úr heldur en gefin upp hér því þetta eru bara flýtileiðir og þetta það sem þið byrjið á að vinna með. Það bara eiginlega þessir hérna 2 gluggar. Þið eru ekki að vinna með mikið meira, jú kannski hérna hausinn þegar þið gerir þetta hér
Þannig að gangi ykkur vel og þið sendið bara inn skilaboð ef þið lendið í ykkurum vandræðum.